Æ, já, ég var að reyna að segja hvað seðlabankastjóri var að segja Mexíkó. Dúkti þetta fyrir ykkur fólk. En hugmyndin með þessu fundi var akkurat að tala það sem það var talað En það bara svo mikið að gerast í þjóðfélaginu núna fyrir ári síðan tæpu þegar við hófum þessa ferð. Því að ég sé bara þessi allar sem ég hef séð áður á fundunum okkar og annars lík. Þegar við hófum þessa ferð, þá vorum við meira að berjast. Við vildum bara stoppa þessu, loka þessu landamærum og koma þessu fólki bara í burtu. En í dag þetta bara mest. Það ekki bara að loka þessu landamærum, það ekki bara að koma þessu fólki í burtu. Við þurfum líka að koma fullt af fólki í burtu sem í ríkistöð. Fólki sem ætlar að leta ykkur inn. Það ekkert annað. Vegna þess að ég færi gæsahúð þegar ég hlusta á þetta fólk. Og það ekkert. Við þurfum bara að koma öllu þessu fólki í burtu. Það ætlar sér eitthvað allt annað en við ætlum okkur í lífinu. Ég man það þegar ég sat í stólnum mínum 27. apríl nýkominn úr Dolmferð, leið bara svona þokkalega og fór að hlusta bara aftur. Ég það 3 daga og bara hvert við að fara? Ég hef það búið grúpu þá get ég minnst okkur sem fara að tala vini mína. Því að mér leið bara ekki vel með þetta og ég gat ekki lengur verið að frussa þessu út á einhverju síðu hjá mér og svona eiginlega enginn þorði að ýta á það, enginn þorði eiginlega að taka undir og enginn þorði að ýta á það og ég var svona bara loner in the world, Og það gerist allt í einu bara nokkrum vikum seinna, það bara 5.000 manns í síðunni. Maður bara, wow, býttu, það er fleiri að hugsa það saman og ég. Í dag þetta með einhverjum visitors, eins og það kallaði þetta, yfir 10.000 mann sem að fylgja þessari síðu. Og það sem mér finnst merkilegt, nú erum við aðeins búin að víkja okkur út og átt okkur á því í hvað við erum að stefna og mörg ykkar áttuður ykkur á því fyrir mörgum árum. Ég var nú kannski í bíl söður og fylgdi að þetta einhverjum sjálfstæðisflokki sem ég hélt alltaf að berjast fyrir mér og mínum gildum, en það var alls ekki að gera. Og ég áttaði mig bara að setja og hér og lengi. En í dag áttaði ég mig bara því að við getum ekki látið vaða yfir. Það búið til svo mikið hræðslu í okkur, það búið til svo mikið, þú mátt ekki tala ég þekki bara vini mína, ég heyri bara í þeim öll, þeir að tvísla með stund, við erum bara tveir. Það eins og, af hverju þeir svona hræddir? Og menn segja, ég er með business ég má ekki, og einhver aðrir segja hitt og þetta, og alls konar skýringar og þeir eiga börn, og ég á börn. Ég á barnabörn, ég á konu. Við verðum öll, þegar við löppum hérna út á eftir, og ég ætla að láta ykkur vita að það eins gott að þið hafi komið með áföllin og kottan. Því að ég vil endilega heilíku sem flestu. Og ef þið ætla að koma að þá fáum við 3 mínútur, minna ef þið viljið, ef þið viljið kalla eitthvað úr sal, þá gerir ég það bara. Ef það hægt að svara ykkur í einhverju lagi, þá bara velkomin. En ég ætla að biðja ykkur eitt. Þegar þið farið hérna út, þetta ekki kannski að ég kalli það breiða úr boðskapum, því að þetta engin boðskapur. Þetta spurningin að bjarga Íslandi. Helgi sagði það bara mörgum orðum sem ég ætla að segja ykkur hér og sagði það vel. En ég óttast. Hlustið á mig. Þegar ég hlusta á kvöldin á samtöl frá fólki sem hringir, fá ég messenger skilaboð ég get ekki orðið svarað öllu þessu fólki. Það hafa svo margir áhyggjur. En það ekki bara það. Það fullt af fólki sem að senda mig, sem búið að lenda í þessu fólki. Það fullt af fólki sem að vinnur á stofnunum ríkisins, sem að sinna þessu fólki. Ég get ekki alltaf eftir, en það hefur eitthvað þörf fyrir að segja mér það. Aðilar á vinnumálastofnun að hringi. Þeir þora ekki að senda mig messenger, þeir kannski þekkja mig ekki og vita það og ekki að ég nota það. En málið miklu alvarlegra. Helgi minntist á, við værum kannski að tala
100 milljarða í þennan geira á ári, en við megum ekki gleyma einu. Við erum á leið, ég veit ekki hvert, því að það er ekki bara þessi 100 milljarðar. Vinnumálastofnun með 7.000 útlendinga á sínu framfæri, félagslega kerfi sem enginn vill tala með þúsundir. Þetta er óendanlegur fjöldi. Ég reiknaði þetta svona bara létt saman og mér sýnist við verðum að henda kannski 200 milljörðum í eitthvað í þessum dúr. Við getum ekki byggt veg og kemur hola í. Það er svo þungt malbyggir að það er ekki hægt að keyra bílum. Við getum eiginlega bara ekki gert neitt rétt í dag. Þið vitið það að forfeður okkar, þeir sigldu bara í hvaða veðri sem var, þeir þurftu að sækja fisk fyrir fjölskyldum. Þeir bjuggu á einhverjum skerjum landsins, þar sem ég horfi í dag á einhverjum eyðibíli ef ég fer þar framhjá og segi bara, hvernig var þetta hægt? Við ætluðum að skila þessu landi sem að þetta fólk byggði til barnanna okkar og barnabarna. Ég hætti ekki þessari baráttu fyrir ég sé það að ég er búinn að flæma þessa múslima í burt. Við æðist þetta er komið, við gerum þetta aftur, ég vona að við verðum fleiri og fleiri og fleiri. En þið vitið það þarf alltaf einhverja í fremstu víglínu. Það er risahópur í víglínunni fyrir alltaf. Það er risahópur. Hann er að byrja að skríða fram. Það er allt, þið vitið það. Það er allt annað að hlusta á fólk í dag, heldur bara fyrir 2 árum eða ári eða eitthvað. Fólk er svona meira farið að segja manni, og við séu 2 og kvísli, þá er það farið að segja. En ég ætla að minnst að gera eitt. Ég ætla að loka orð hér. Og þau eru orð seðlabankastjóra. Takk fyrir.